Ef það kemur gos, til einhver rýmingaráætlun? Er þetta ekki mál sem inn á borðið hjá ykkur? Jú, svo svarið nú rétt, þá til rýmingaráætlun fyrir Grindavíkurbæ og við erum að vinna í þessu hér fyrir þetta svæði og ég geri fastlega ráð fyrir því að rýmingaráætlun verði klár í næstu viku. En það líka ágætt að það komi fram að ég hef persónulega ekki stórar áhyggjur af þessu ástandi. Okkar helstu vísindamenn tala að það sé ekki hætta í byggð og ég ekki spesialist á þessu sviði en það það sem við heyrum þessa dagana. En alveg klárlega verðum við undirbúin ef eitthvað fer alvarlega úrskeiðis í okkar samfélagi. Hvað þyrfti að gera ef það þyrfti að rýma svæðið? Hvernig fer svona fram? Ertu með þá sviðsmynd í hausnum? Ég menn, hún auðvitað til svona gróflega fyrir Grindavíkurbæ og það auðvitað, ég held að þeir sem hér búa verða að treysta á yfirvöld, lögreglu og þessa sérfræðinga. Við erum að tala sérfræðinga á Veðurstofu og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra. Ég held að málefnin séu í góðum höndum. Það svona stutta svarið. Vissulega þetta ekki líklegt, en ef það þyrfti að rýma svæði, hvert myndi fólk fara? Já, þetta koma fólkinu þá út úr þessum þéttbýliskjörnum, en við sjáum þessa sviðsmynd ekki fyrir. Nei, þetta ekki efst á to-do listanum ykkar í dag? Nei, klárlega ekki. Við þurfum aftur á móti að hafa þetta til taks. Það hefur komið fram síðustu daga og við gerum það. Hafið þið fundið fyrir í ykkar starfi undanfarna daga út af þessum gosóróa einhverja breytingar svona í samfélaginu? Nei, ég held að lögregla merki það ekki sérstaklega. Það hafa verið tekin viðtöl við íbúa í Grindavíkurbæ og eins hér. Mér sýnist nú ekki vera almennur ótti í samfélagunum en sveitarstjórar hafa haft eða bæjarstjórar hafa haft þessu áhyggjur og ég get svo sem skilið það. En ég held að þetta verði nú í góðu lagi hjá okkur.